Góðan daginn, þá erum við í kafla 7 sem fjallar barnateikningar en börn byrja yfirleitt mjög snemma að teikna og teikningin verður oft sem þeirra annað mál í bernsku því þau geta ekki tjáð sig með orðum. Gildi teikninga eru talin vera mjög mikil því þau tjá tilfinningar barnsins og það er hægt að skyggnast inn í hugarheim barnsins í gegnum myndirnar. Og ýmsir þættir þroskast hjá barninu eins og til dæmis fegurðarskyn, sköpunarhæfni, það er þessi samhæfing, handar og sjónar, það er handlagni, það er færni í meðferð á efna og áhalda og síðan náttúrulega form og hugtakaskilningur. Kellogg, eða Rhoda Kellogg, sem var uppi 1898 til 1987 og vann stóran hluta ævi sinnar með ungum börnum, að hún safnaði mikið af myndum frá börnum fram að 8 ára aldri, upp að 8 ára aldri. Og hluti af þessu myndum í dag á barnalistasafni í San Francisco. Hún telur að greina með í einhvers konar táknkerfi í fyrstu hreyfingu barnsins þegar það fer að ná sambandi við umheiminn. Þau byrja á því að krassa og síðan þróast krottáknin yfir í ákveðið táknkerfi. Og hér erum við með stíginn eins og því hefur verið skipt. Og það má ekki taka þessa skiptingu of alvarlega því það geta alveg komið fram 2 stig í einu. Þau skarast og allavega. Og líka annað að 2 jafnaldra börn geta verið á mismunandi stigi í teikniþroska án þess að það sé neitt að athuga við almenna þroska. Það má ekki gleyma því. En þetta er svona gróflega skiptingin. Að þá er það krotstigið 1 til 3 ára, forskemastig 4 til 6 ára og síðan skemastig 7 til 9 ára, byrjun raunsæis 9 til 11 ára, gervi naturalismi 11 til 13 ára og síðan gelgjuskeiði 13 til 17 ára. Börn virðast njóta þess mjög mikið að sjá eftir sig strik og punkta á blaði eða vegg eða einhvers staðar sem þau geta. Ef pennin er litlaus, að þá hætta þau að teikna. Og þetta krotstig er yfirleitt á aldrinum 1 til 3 ára. Og það er þrennt sem þau fá út úr þessu kroti. Það er ánægjan af hreyfingunni sjálfri, það er athöfnin við að gera þetta og síðan er það sem þau skilja eftir sig. Og rannsóknir hafa sýnt að þetta krot barna, sem við lítum ofta á sem krot, sérstaklega ef þetta lendir á veggjum, að það er þrungið táknum. Og það tengist málskilningi sem byrjar að þroskast frá 1 árs. Og í fyrstu er látbragð eða hreyfing hluti af teikninginni, láta blýantinn hoppa ef þau eru að teikna dýr eða annað. Og í lok krotstigsins þá fara að komast lokuð form. Þá eru þau ekki lengur opin. Eins og þið sjáu hérna ef við förum yfir á myndina að hér eru formin opin. Þau loka þeim ekki, þau skilja þau eftir hérna. Hér er hann hins vegar farin að loka þeim líka. Þannig að hann er greinilega svona á þess, eða hún, þetta barn, er greinilega svona á mörkum þess að vera að fara yfir á næsta stig. Grunntáknin á krot og krastigi það er mynd hérna sem ég tók á bókinni sem er á blaðsíðu 136 og hér eru sýnd ýmis grunntákn eins og þið sjáu hvað þau eru að teikna. Þetta er það sem menn hafa verið að greina út úr myndum frá börnum. Í upphafi þá krotar barnið með stífum handlegg frá axlalið, hendin er alveg stíf, en smá saman breytist það og í lok þessa krotstigs að þá er komin færni að nota höndina. Það nota beygja úlliðinn og svona nota fingurnar með þau eru að teikna. Forskemastigið er á aldrinum 4 til 6 ára og nú hafa táknin ekki alltaf sömu merkinguna hjá þeim. Barnið er byrjað að teikna höfuðveruna eða höfuðfætluna sem er hringur og það ganga út frá henni 2 strik sem eru fætur. Það er sýnt hérna uppi og oft hendur sem ganga líka út. Og hún er sundurlaus, það er talið að þessi höfuðvera, það sé sundurlaus og takmörkuð þekking á líkamanum og einnig að minni bregst. Og það er Norman Freeman í háskólanum í Bristol, hann telur að þetta sé eins og með minni hjá fullorðnum, ef þú fær minnislista þá manstu það fyrsta og síðast af listanum og eins síðan með börnin að þau munu höfuðið og svo fæturnar. Og síðan er oft talað um að það sé samsvörun á milli málþroska og teikniþroska, sem er skemmtilega pælingar. Nú erum við komin yfir á skemastigið sem er mest rannsakaða stigið og þetta er yfirleitt á aldrinum 7 til 9 ára. Þarna er barnið mjög frjálst og óheft í túlkun sinni.
Táknin öðlast núna eru komið með fasta og stöðuga merkingu og höfuðfætlan eða höfuðveran er horfin. Nú manneskjan komið með búk og hendur og meira þess að háls í mörgum tilfellum. Það er engar hendur, það eru hendur sko, en puttarnir koma bara í beinu framhaldi af handleggnum. Það er ekki sem sagt lóin eða neitt þannig. Fæturnir eru yfirleitt í gleiðstöðu og hlutföllin eru öll mjög ýkt. En barnið teiknar samt allt það sem það veit hlutina og finnst skipta máli. Og þarna er þessi röntgenteikningar eða gagnsæi að þau horfa inn í hlutin. Ef þetta er hús, þá sjáðu það sem er inn í húsinu en spá ekkert í því að raunin ætti að vera veggur þar fyrir. Þau geta ekki teiknað eftir fyrirmyndum, manneskjurnar snúa en þá beint fram en dýrin eru teiknuð á hlið. Stúlkur teikna oftast fólk en drengir flugvéla og bíla og þess háttar. Þá eru konur yfir í byrjun raunsæis. Og þetta er yfirleitt á aldri 9 til 11 ára og samkvæmt PSE, við erum búin að fara í hann aftur og aftur, að þá eru börn orðin fær flóknari hugsunaraðgerð á þessum aldri og þarna eiga þau að geta flokkað í undir- og yfirflokka og þau hætta að teikna sér til ánægju vegna þess að sjálfsgagnrýnin er farin að koma fram. Krafan að myndin líkist raunveruleikanum verður stöðugt ágengari, frásagnargleðin minnkar og þetta gegnsæi í myndunum hverfur. Og nú er sem sagt hlutirnir teiknaði þannig að sá aftari sést ekki allur ef það eru 2 hlutir. Og þessi frásagnargleði sem talað var hjá börnunum 7 til 9 ára, að hún er horfin. Það er ekki teiknað bara allt og sett alls konar hluti inn í myndina sem heldur þær frekar réttar, eins og raunveruleiki. Síðan koma gervi naturalismanum, sem eru börn á aldrinum 11 til 13 ára. Og þetta er kallað gervi naturalismi þar sem þetta er ekki val hjá barninu að teikna þennan hátt, heldur þetta eðlilegt stig í þroskanum. En eldra fólk eða listamenn sem velja það að teikna eða mála eftir þessu formi, naturalisma, þeir velja sér þetta form. En barnið hins vegar að þar er þetta bara eðlilegt stig í þroskanum. Börn hafa náð þeirri færni hér að geta teikna hluti og atburði í umhverfinu á raunsæjan hátt og þau eru farin að færast yfir á stig formlegra aðgerða samkvæmt PSE að geta beitt óhlutbundinni hugsun. Kyntáknin verða oft ýkt, þannig að mjaðmir verða breiðari heldur en kannski eðlilegt að talið, brjóstin stærri ef það verða að teikna konur. Duldar áhyggjur og vonir kom oft fram og þeir benda á í bókinni þá eru þeir með mynd af stúlku sem vill falla í hópinn, hún er með gleraugu, hún teiknar hóp af stúlkum allar með gleraugu og þau taka ástfóstri við ákveðið fyrirbæri í teikningunum. Það er miklu meira líf í myndunum og hreyfing og það er farið að koma ljós og skuggar. Litablöndunin er byrjuð og skyggingin er notuð til að fá inn þriðju vitina. Og það er mikilvægt í teiknikennslu að leggja áherslu á sjálfstæða hugsun og að kennara hvetji nemendur sína til að tjá hugsanir og upplifun í myndunum. Því hér getur líka verið útrás fyrir neikvæðar tilfinningar og er oft. Gelgjuskeiðið að það eru 13 til 17 ára. Hér er endurskoðun sjálfsmyndarinnar ef við skoðum tengingu við Eriksson og úlingurinn er að breyta oft stíl því hann er ekki viss hver hann er. Og hér á þessu stigi þá eru krakkar að skipta hvernig þau skrifa og leturgerð og þetta gerist jafnvel daglega. Þau eru að prófa alls konar stíl hvað passar við þau. Það er reynt að fela sig á bak við skopteikningar til þess að leyna öryggisleysi og kvíða. Andlitsmyndir eru ríkjandi, litirnir tjá tilfinningar og það er mikið nota tákn og slagorð. Hjörtu og svo alls konar eins og er í dag bara svona alls konar emoji og alls konar dót sem þau bæta inn í teikningarnar. Greind og teiknihæfileikar, það er alltaf verið að reyna að tengja eitthvað svona saman og það eru til greindapróf sem reynir að tengja það að því hærri sem greindavísitala barns er, því betur ráðið það við að teikna alls konar líkamshluti og smáatriði, en það er ekki allir sammála þessu. Og benda á að sum einhverf og greindaskert börn hafi mikla teiknihæfileika. Það er samt virðist hafa komið ljós í
könnunum að börn sem teikna vel virðast hafa betra minni á tvívítaformum og taka betur eftir atriði sem vantar í myndir. Ef þau fá að sjá myndir og eftir einhvern x tíma þá sjá þau myndirnar aftur og þá búið að taka hluti út, að þá sjá þau frekar, þau sem teikna vel, þau sjá frekar hlutina sem vantar í. Þau gleyma síður mynstri og formum sem þau sjá, bara rétt eins og tónlistamenn sem eiga erfitt með að ýta nýhörðum lögum út úr minninu. Þá er það bara komið.